daginn og takk fyrir að bjóða mér að vera hérna með ykkur í dag. Virkilega ánægjulegt að fá að segja ykkur frá þessu spennandi verkefni sem við erum að fara í samstarfi við Reykjavíkurborg og embætti landlæknis að bæta svefn hjá unglingum í Reykjavík. Og mér langar svona aðeins kannski bara svona að fara í smá svona grunn áður en ég fyrir að tala það hvað við erum að fara að gera. Af því að ef við skoðum bara svona aðeins þessar megin grunnstóðir heilsu, þá held ég að við getum öll verið sammála því að þessir 3 þættir skipta lykilmáli. Mataræði, hreyfing og svefn. Og ég hef lengi sagt að mér finnst stundum eins og svefnin hafi orðið svolítið útundan í þessari þrenningu. Og ef við bara horfum á skólakerfið, að þá byrjum við strax í 1. bekk að læra mikilvægi hreyfingar og mataræðis. Við förum í íþróttir og við förum í heimilisfræði, en það sára lítil markviss fræðsla svefn. Og fræðsla svefn hefur til dæmis ekki verið hluti af námskrá. Og lengi vel var það þannig að fólk jafnvel stærði sig af því að sofa lítið. Að það var einhvern veginn tengt dugnaði og atorku að komast upp með lítinn svefn. En ég held að sem betur fer þá sé þetta breytast og við séum sífellt að vera meðvitaðir það að þessi þáttur skiptir gríðarlegu máli fyrir heilsu og vellíðan. Og staðreyndin auðvitað sú að við erum að verja 3/4 ævi okkar í það að sofa. Þannig að hjá meðalmanninum að þá þetta kannski hátt í 30 ár af ævinni sem að fara í svefn. Og það svo sannarlega ekki að ástæðulausu að svona stór hluti lífsins fer í það að vera sofandi, af því að þetta í fyrsta lagi bara forsenda þess að við séum á lífi og það að fá nægan svefn líka forsenda þess að okkur líði vel og við séum heilsuhraust og við náum bara að sinna okkar daglegu athöfnum. Og svefnin alveg ofboðslega virkt ferli. Það rosalega margt að gerast bæði líkama og heila þegar við erum sofandi, mikil vinna sem á sér stað sem að við kannski sjálf verðum ekkert endilega vör við. Við vitum að sjálfsögðu við erum að hvíla okkur og spara orku, en svo það öll þessi virka vinna. Við erum að endurnýja frumur, við erum að losa út eiturefni, flokka áreiti, festa upplýsingar í minni, það gríðarleg viðgerðarstarfsemi, það svolítið eins og við séum að skella bara líkama og heila og verkstæði yfir nóttina. Við erum að losa út vaxtarhormón, þannig að þetta gríðarlega mikilvægt auðvitað fyrir börn og unglinga sem að vaxa og þroskast. Og svefnin svona ástand endurnýjunar, uppbyggingar og viðgerðar. Og ef við skoðum aðeins bara hversu mikið við þurfum að sofa, að þá það auðvitað breytilegt yfir ævina og við sjáum hér á þessari mynd svona nýjustu tilmæli sem að gefin hafa verið út varðandi svefnþörf fyrir mismunandi æviskeið. Og við sjáum það að talan sem þarna í miðju boxinu, að það svo tala sem að mælt með fyrir viðeigandi hóp. Svo erum við alltaf með einhvern jaðarhóp sem að kannski gæti þurft örlítið styttri eða örlítið lengri svefn og það litlu boxin sitt hvorum megin við. En enginn ætti að vera fyrir utan þessi viðmið. Þannig að hjá fullorðnum að þá þetta 7-9 tímar sem við flest þurfum og lengri tími hjá börnum og úlingum. Og við sjáum til dæmis þarna 14-17 ára úlingar, þau þurfa að sofa í 8-10 tíma. Og við vitum því miður að allt og margir eru bara að sofa langt fyrir utan þessi viðmið. Og það kannski ágætt að spegla bara aðeins sjálfan sig í þessu. Hvenær við sofnuðum í gærkvöldi og hvenær við fórum á fætur í morgun, erum við að uppfylla okkar svefnþörf. Og við sjáum það bara í tölum frá rannsókn og greiningu, bara frá því í fyrra, sem að sýna það að helmingur barna í 10. bekk sem ekki að fá nægan svefn. Og þetta hlutfall hækkar þegar börnin eldast og fara í framhaldsskóla. Og við vitum líka að bara mörg börn eiga í erfiðleikum með svefn. Þannig að jafnvel þó þau leggjast upp í rúm og vilja fara að sofa, að þá eiga þau bara erfitt með að festa svefn eða viðhalda svefni yfir nóttina. Og hér var spurt það hversu oft börn hafðu upplifað þetta síðastliðna viku og þetta eru börn í 8. til 10. bekk og þarna það tæp 19% sem upplifir þetta stundum og rúm 16% oft. Þannig að það hérna stór hópur barna sem á bara erfitt með svefn. Og það var svolítið áhugavert fannst mér líka að skoða tölur svefn og svona aðeins í samhengi við heilsu og hvernig unglingar sjálfir bara meta sína andlega og líkamlegu heilsu og við sáum það að nánast allir unglingar sem að sofa nóg þau telja sig líka vera við góða líkamlega og andlega heilsu. Á móti kemur að einungis helmingur þeirra sem ekki að fá nægan svefn telja líkamlega heilsu góða og einungis 1/3 segir að andleg heilsa sé góð. Og þarna sjáum við þetta bara hversu sterkt þetta tengist allt saman. Og það líka fyrst mér áhugavert að skoða þetta aðeins í samhengi við orkudrykkina, af því við vitum það að það hefur orðið gríðarleg aukning í neyslu orkudrykkja síðastliðin ár og svona ákveðin tískubylgja sem búin að vera í gangi þar sem að áhrifavaldar og jafnvel ungar fyrirmyndir eru að auglýsa þessa drykki og ungmenni tengja þetta við svona heilbrigði og einhverja eftirsókna eiginleika.
Og við sjáum það bara beint í íslenskum gögnum að sá hópur barna sem að sefur styst líka sá hópur sem að neyta mest af þessum orkudrykkjum og þetta ein af áskorunum sem við stöndum frammi fyrir. Annað kannski skjánotkun, streita, minni hreyfing, það eru fullt af þáttum sem við þurfum að vinna með. En svo það líka þannig að lífsklukka hjá úlingum, hún bara aðeins frábrugðin því sem hjá fullorðnum. Og úlingar, þeir eru með svona seinkaða líkamsklukku frá náttúrunnar hendi, sem að þýðir það að þeim eðlislægt að sofna seinna og vilja vakna seinna á morgnana. Þeirra framleiðsla á melatóninni, sem þetta svefnhormón sem við förum að framleiða á kvöldin, hún bara byrjar seinna heldur en hjá fullorðnum. Þannig að þeirra taktur aðeins seinni. Þannig að það hentar úlingum betur að fá að sofa aðeins lengur á morgnana og byrja seinna í skólanum. Og það eru fjölmargar rannsóknir sem hafa gerðar erlendis áhrif þess að seinka upphafi skóladags og þær sýna allar að það hefur góð áhrif. Það raunverulega lengir nætursvefn úlinga. Þannig það ekki þannig að ef skólinn byrjar seinna þá fara þau bara ennþá seinna að sofa. Við erum að sjá raunverulega lengingu á svefni. Og ef við erum að ná að seinka skólanum kannski hálftíma og lengja svefnin 30 mínútur, þá það ansi hátt hlutfall bara af heildarsvefninu þeirra og getur hreinlega skipt sköpum. Og þess vegna finnst mér svo spennandi þessi rannsókn sem við erum að fara í, að sjá hvaða áhrif þetta hefur. Að því við vitum það að þessi stutti svefn sem helmingur barna í 10. bekk að fá, hefur gríðarlega mikil áhrif á ótrúlega marga þætti í lífi úlinga. Við vitum að sjálfsögðu þetta hefur áhrif bara á árangur þeirra í námi. Þetta hefur áhrif á einbeitingu og minni, andlega líðan, þau eru mikið útsettari fyrir bæði kvíða og þunglyndi, ónæmiskerfi eru lakara, þau sækja frekar í áhættuhegðun, heilinn þroskast seinna, framheilinn sem að stýri svona skynsemi og rökhugsun sem að þroskast mikið á úlingsaldri og mikið einmitt í svefni, að við erum að hægja á þessum þroskaður ekki að fá nægan svefn. Þannig það ótrúlega margt sem að getur fylgt því að vera vansvefta og þess vegna svo rosalega mikið til að vinna að ná að lengja svefnúlinga og bæta svefnvenjur þeirra. Og það ótrúlega gaman að sjá hvað mikið í gangi að flottu starfi og embætti landlæknis að leiða vitundavakningu mikilvægi svefns og það mjög margt í gangi sem að hugsað til þess að efla forvarnir og fræðslu svefn. Og við erum til dæmis búin að gera fræðslumyndband sem ætlað úlingum sem einmitt Lýðheilsusjóður landlæknis styrkti og þar erum við að fá svona ungar fyrirmyndir, tónlistamenn, íþróttafólk, áhrifavalda og fleiri til þess að tala mikilvægi svefns, svona fyrirmyndir sem að ná til úlinga. Og við ætlum að gefa þetta myndband bara til allra skóla núna strax í haust. Það líka verið að vinna að fræðsluefni fyrir kennara á grunnskólastigi og markmiðið að stuðla að sjálfbærni svefnheilsu innan skóla og gera svefn sem hluta að námskrá. Þannig að þetta sé eitthvað sem við erum að fræða börnin okkur bara strax frá leikskóla aldri, alveg eins og okkur hefur tekist með hreyfingu og mataræði. Og þess vegna ótrúlega gaman að segja frá þessu skemmtilega verkefni sem við erum að fara af stað með Reykjavíkurborg, þar sem við ætlum að bæði að skoða áhrif þess að seinka upphafi skóladags en líka að koma inn með markvissa fræðslu svefn. Og við byrjuðum að undirbúta núna bara í upphafi árs og við vonum að við verðum komið með svona fyrstu niðurstöður bara næsta vor, 2022. En það sem við ætlum að gera að velja nokkra skóla í Reykjavík til að taka þátt í þessu verkefni með okkur og skipta þessum skólum upp í 4 hópa. Einn hópurinn seinkar upphafi skóladags og okkur langar helst að geta seinkað hálftíma þannig að skólinn byrji 9, margir skólar að byrja 8:30 í dag og þessi fyrsti hópur gerir ekkert annað. Annar hópur heldur bara skólanum eins og hann en fær hins vegar markvissa fræðslu svefn alla önnina. Svo erum við með 3. hópinn sem að gerir hvoru tveggja og svo síðasti hópurinn sem svona viðmiðunar hópur sem að engu breytir. Og þarna vonumst við til þess að geta séð hvaða áhrif það hefur annars vegar að fræða svefn og hins vegar að seinka upphafi skóladags og svona setja þessa þætti saman, hvort að það skila okkur kannski bestum árangri. Og við viljum að þetta fara af stað í haust og við ætlum að meta svefn bæði með spurningalistum, svefn og líðan í upphafi og lok inngrips, en við ætlum líka að vera með hreyfimæla þar sem að börnin ganga með hreyfi úr í heila viku, 2 sinnum yfir tímabilið sem að mæli svefnin þeirra. Þannig að við erum að fá óbúslega góð gögn þessa hluti og getum þar að leiðandi svona virkilega séð hvaða árangur þetta að skila. Og við erum með nema í fullu starfi í sumar sem bara að undirbúa þetta, sækjum öll leyfi og undirbúa fræðslu og samskipti við skóla og annað. Og núna erum við bara að reyna að finna þessa skóla sem eru til í þetta verkefni með okkur og skipuleggja fræðsluna, hversu mikinn tíma höfum við og hvernig getum við komið þessu inn og hvar á þetta heima,
Fræðsla svefn á í raun og veru heima eiginlega nánast hvar sem í skólastarfinu að mínu mati, en kannski fellur þetta best inn í lífsleikni eða íþróttir eða annað, en allavega held ég að tilgangurinn þurfi að vera að koma þessu inn á markvissan hátt og eitthvað sem verður áfram. Ég held að það sé það sem við öll viljum. Takk kærlega fyrir.